En something bad, veit ég að þetta eru örlögin. Sæll Vincent. Takk fyrir að bjóða mig hingað. Bara velkomin. Sko, eitt sem ég pæli í, er þetta svona hátt út af þér? Þetta er svona hátt út af mér. Já. Ætlarðu að gefa mig túr húsið? Sko, hefur sér ég þegar ég er heima. Svaka fínt. Þetta er geggjað. 10 einhvern hér. Er það ekki? Jó. Hérna sko. Býtu, Sko, pabbi er hljóðmaður, svo ég getur notað þetta svolítið til þess að taka upp sérstaklega söng. Eurovision-lagið er til dæmis tekið upp hérna inni, sko. Það er svolítið planið á mér líka að vera bara með stúdíó heima hjá mér og geta unnið þar, sko. þetta er sko blautur draumur allar sem vinna í hljóði að vera með þetta heima þér. Já, það hugsa ég, sko. Það er heyrir bara það. blautur veruleiki pabbi minn, sko. Ég veit bara ekki hvar við erum með kaffið nú. Nei, heyrðu, þarna. Þú ert 9 ára, þið eruð í hvað? 8 ára í Danmörku, bara í Köpen. Já, rétt já. Þetta heitir Gleðsaxi, það sem við byggum. Og ferðu síðan bara í FSU? Já. Það var spurning hvort ég ætlaði að fara í ML eða FSU, en svo út af því ég fór í Körfuboltaakademíuna, þá fór ég á Selfoss og var þar í hátt í 2 ár, held ég. Er það ekki 4 ár? Nei, ég var bara stutt, sko. Já, þú hættir bara í henni. Já, ég var reyndar rekinn, sko. Rekinn? Já, ég var fullur á skólaballi. En varstu í Körfuboltaakademíunni að þú varst stór eða að þú hafðir áhuga að vera í körfubolta? Ég, út af því að ég var stór. Ég hafði aldrei eitthvað brjálaðan áhuga á körfubolta, sko. Á þessum tíma nú þegar var ég farin að hugsa meira tónlistina, sko. Má þá segja bara að eftir Körfuboltaakademíu dæmið allt saman, tekur bara tónlistin við? Já, í rauninni, sko. Já. Sko, upprunalega þá ætlaði ég að vera teiknari, sko. Don Rosa og Karl Barks voru ædólin mín, sko, sem að teikna í Andrésböðin og gera sögur í það. Það var draumurinn, sko. Varstu alltaf í tónlist? Pabbi er trommari, sko, svo að ég lærði á trommur þegar ég var bara 6 eða 7 ára og síðan þegar ég kem til Íslands 9 ára þá fer ég í píanótíma og síðan fer ég að spila bassa og þá stofnaði ég fyrstu hljómsveitina sem hét Finnski herinn. Spilum svona cover af Creed og svona. Hver söng? Ég söng. Þú söngst? Og spilaði á bassa. 6 feet from the edge and I'm thinking maybe 6 feet ain't so far down. Við vorum rockarar, sko. Síðan stofnaði ég hljómsveitina Retrobot og við förum í músíktilraunir og vinnum það. Og svo er það ekki fyrir en þessar Retrobot pælingar að ég fer að skoða syntha eitthvað, sko. Og eftir að ég byrjaði því þá bara fór ég ekkert aftur yfir í hitt, sko. Það er það sem, það er dæmi sem þú finnur þig bara í? Já, svolítið. Já. Ég held að sé eitthvað svipað með það að ég, teikningarnar, að ég var bara, einn inn í herbyggi alltaf að teikna. Og núna er ég einn inn í herbyggi alltaf að, bara dunda mér við að gera, tónlist. Og þetta soloprojekt sem kemur eftir Retrobot, sem hét eftir hvað? Mixo-Phrygian. Mixo-Phrygian? Sem er blanda af Mixolydian og Phrygian skáum. Úff, hvað er nördalegt. Út af því að þetta er, býttu bara, þetta er sci-fi fantasy concept. Ég gaf út 14 laga plötu sem er bara gæi sem að veit allt í hennu, allt sem að gerist í öllum heiminum, veit allt í heiminum sem er of mikið fyrir heilann á honum, svo að hann splittast í tvennt og hann fær 2 höfuð og varpast yfir í annað dimension þar sem hann fer og finnur ástina og þarf að splitta sér í tvennt svo þeir vera 2 gæjar og þetta er alveg svaka dæmi. Nei, hef ekki tíma í það því að En hvað gerist síðan eftir Retrobot? Ég ætla að fer út í nám. Svo ég flytt til Berlínar og býð þar í 3 ár áður en fyrir söngvakeppnina. En sko ákvörðunin að taka þátt í söngvakeppninni var bara eitthvað grín, sko. Sko að því að söngvakeppnin og Eurovision og allt þetta dæmi, fannst þú vera komin í eitthvað dæmi þar sem varst eitthvað svona, heyrðu, þetta er ekki alveg ég? Sko, ég var mjög hræddur að það myndi gerast áður en við byrjuðum í þessu. Ég hélt að ég var búinn að
gera smá plan það hvernig ég ætla að bara gefa út eitthvað lag strax á eftir sem væri bara eitthvað allt annað og koma mér úr þessu svo að því að mér fannst þetta ekki vera nógu cool sko. Svo þegar við fórum meira að pæla í þessu og bjuggum til atriðið og allt konceptið í kringum þetta og þannig þá var þetta alveg orðið skemmtilegt aftur. Þetta var ekki bara eitthvað lag sem við vorum sendað inn í keppnina og bara fara þarna og syngja það og vera búinn, heldur bara fórum við all in og gerðum bara nákvæmlega eins og okkur langaði til þess að gera. Sko. Upplifðir eitthvað mótlæti? Ég upplifði rauninni voða lítið þannig sko. Þetta söngvakeppnisdæmi hjá okkur var alveg geggjað mikið pepp fyrir mig sko. Já. Kom mér á óvart hvað var lítið af fólki sem var bara ekki að fíla þetta sko. Því þetta var svona, það var alveg lúðalegt svona atriðið okkar og svona konceptið í kringum þetta sko. Í alvörinni, mér var létt þegar við heyrðum að Svala væri að fara áfram sko. Ég hugsa að ég hefði þurft að setja skólan á pásu og klára hann bara seinna og eitthvað svona ef við hefðum unnið þetta sko. Svolítið fyndið að sjá þetta moment, það tilkynnt að Svala sé að fara. Það er bara Komdu með, við sjáum til hvað gerist þar, verður í lagi. Ef ég þig og þú þá mig, þá vitum við að við erum Platan Næsta skref, hún kemur út sama ár, hún kemur alltaf út 2017. Mér finnst hún vera meira þú, skilur mig. Þegar ég hlusta á hana og hugsa ég held að ég sé að hlusta meira á Daða sem tónlistamann núna, heldur en ég var kannski að gera mig hvað með það. Já, algjörlega. Er það ekki það er allt lög sem ég samdi með því hugafæri að ég væri að fara að syngja þetta og að fara að gefa þetta út undir mínu nafni. Þú hefur kannski ekki skilið hvað ég var að reyna að segja. Árný, Já. hvenær kynnist þið? Við kynnumst í FSU og í gegnum bara leikritinn og svoleiðis og byrjum síðan saman 2010, lok 2010 Og var það bara, Nei, það tók alveg smá stund sko. já, fyrir þig eða fyrir hana? Það tók smá stund fyrir hana að ná í mig út því að ég hef aldrei gert neitt sko. Já. Ég er alveg lúði sko. Ég hef bara þorði ekki að gera neitt sko. En þið hafið basically verið teymi bara síðan þá, í eiginlega öllu. Þegar þú fer í söngvakeppnina, þá verður þið dálítið svona eitthvað krútt parið í söngvakeppninni, það er alltaf Daði og Árný og eitthvað og síðan farið út til Kambódíu, þetta verður svona... Fyrir það, hún hefur verið með puttana í öllu sem ég hef gert sko. Já. Eins og myndböndin, flest hefur hún tekið upp sko. Við erum alltaf saman í öllu svoleiðis sko. Og ég bánsa öllum pælingum á hana fyrst sko. Nú ertu bara einhvers barn, þú ert orðinn pabbi. Ég er hann pabbi sko. Hvernig er tilfinningar að vera orðinn pabbi? Það er mjög næst sko. Búið að breyta einhverju? Já, núna hefur við barn. Mér fannst það mjög skrítið svona þegar maður er búinn að fá barnið í hendurnar og bara já, ég er ennþá sami gæinn. Ég bjóst svo mikið við þegar bara ok, núna þegar ég kom með barnið í hendurnar þá er ég bara orðinn fullorðinn. Þá er ég eftir að bara skilja alveg bara skattinn og hvernig maður á að vera fullorðinn. En svo bara nei, heyrðu, ég er ennþá bara eitthvað barn, nú er ég bara barn sem er með barn. Það bara skiptir ekki máli fyrir mig að þetta hér sé ekki standardinn sama þó ég sé ekki inn því ég finn bara ekki neina löngun til þess Alla ekki að vera á sama stað en okkur með sama hvað þið finnst það og ég verð að upplifa betri líf en ekki annarra Hvert er næsta skref? Já, það kom að ég var að orða þetta svona. Já, það er ástæðan fyrir því að ég gerði þetta svo að fólk getur. Ég er alltaf lögin mín og þannig að þau eru alltaf nafnið í þeim er svona svo að ég get alltaf verið svona að skjóta þeim inn í. Svona þegar ég segja, já, gaman, það skiptir ekki máli. Þetta þarf ég að endurtaka mig. En af hverju ertu ennþá út í Berlín? Því að það er ógeðslega næs að búa í Berlín. Maður getur leyft sér að lifa bara einhvern veginn á svona öðrum standard en það er líka ekki gert svona búist við einhverjum standard á þér, finnst mér eins og er hérna.
Mér finnst svo mikil einhvern veginn svona keppni bara í öllu. Ég ætla hann alltaf þegar ég kemur til Íslands þá fer maður bara í eitthvað keppnisskap. Ég þarf að fá mesta peninginn og það þarf að vera mest að gera hjá mér. Fólk elskar að segja að það sé brjálað að gera. Ja. Bara ef það er ekki brjálað að gera það, þá ertu bara latur. Gott að fara í pottinn alltaf, sko. Mér finnst hérna líka ofmetið að vera með vatn í pottinum, sko. Já, hann er smá vatn akkurat það sem ég setti. En ég held að það sé alltaf hollt fyrir þá að vera út í Berlín. Mér finnst það nefnilega mjög næs, sko. Já. Og líka fólki er meira sama þar hvað svo hávaxinn ég er, sko. Já, Þar er, þú veist, á Íslandi meira svo áður en, þú veist, fólk var að þekkja mig út af músíkinni, þá var alveg, sá ég alveg double takes bara út af því ég er hávaxinn, sko. Já, einmitt. Í Berlín þá er öllum alveg sama, sko. Eða út í Þýskalandi eða út í bara einu stóra heimi, að þá ertu svo lítill fiskur í stóru laug. Er það ekkert eitthvað sem, þú veist, hræðir þig eða er það bara eitthvað spennandi? Það hræðir mig ekki og það er ekki, það er líka ekkert eitthvað meira spennandi heldur en ekki. Þetta er bara, mér finnst, þú veist, ég er búinn að vera í þeim pakka svo lengi, sko, að svona, mér finnst að vera bara, þú veist, að spila fyrir rosa lítið af fólki og fá að hlusta á eitthvað svona og þegar ég held tónleika í Berlín núna þá, þú veist, eru ekkert eitthvað rosa margir alltaf að mæta, sko. En ég hef bara gaman af því. Aðalmálið er bara að mér langar að gera músík þangað til ég er dauður og hvort sem að það eru milljón manns að hlusta eða einn, þá bara er mér í rauninni alveg saman það, sko. Ég verð að upplifa mitt í lífi en ekki annarra.